Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði, alltaf góður. Þegar Guðrún Bergmann, heilsu- og lífsstílsráðgjafi, missti heilsuna fyrir 10 árum, þá leitaði hún til vinar síns Hallgríms Magnússonar læknis eftir ráðum og þau fundu út í sameiningu að ónæmiskerfið var á núlli. Við ætlum að heyra sögu Guðrúnar Bergmann hér á eftir. Guðrún, hvað hafði gengið á þessi ár á undan? Það var náttúrulega margt sem gekk á. Ég misti manni minn árið 2004 og við vorum þá nýbúin að stækka hótelið á Hellnum sem við vorum að reka þá og ég náttúrulega tek bara við því og þarf að reka það ein og eiginlega tók ég að mér starf okkar beggja vegna þess að við höfum verið náttúrulega bæði að sjá reksturinn og ég vann óheyrilega mikið. Ég segi alltaf að ég hafi unnið 18 tíma á sólarhring yfir þann tíma sem hótelið var opið sem var frá maí og fram í miðjan september og þó ég í rauninni vissi alveg nákvæmlega hvað það væri sem ég þyrfti að gera til að passa upp á heilsuna. Það var ég bara svona eins og einhver svona hvirfilbyl. Þú veist, það var bara vinnan og krafan frá umhverfinu og þú ert með gistirekstur að þá bara svona eins og, þetta bara svona færiband og það fer að stað á morgnana þegar fólk vaknar og kemur í morgunmat og svo bara heldur það áfram yfir daginn og kvöldið og svo bara, þú veist, það eiginlega allir sólarhringurinn. Og það þarf mikið að undirbúa, það ekki eins og þetta að koma við? Nei, og svo náttúrulega mikil vinna yfir vetramánuðinu líka fyrir bókan og svona og svo á þessum tímabili þá misti ég líka móður mína árið 2009, hún var búin að vera mikið veik frá 2008 og ég var búin að sitja yfir henni og biðja fyrir henni margar nætur og svefnlitlar á Landspítalanum og svo keyrði ég vestur til að vinna og þetta var náttúrulega bara algjört ofur álag og það sem gerist svo sérkennilegt þegar við lendum í svona ofurálagi að þá við vitum hvað við þurfum að gera fyrir okkur en það er ekki svigrúm til þess og við höldum bara áfram í hringiðinni svo að ég þannig að þegar þetta akkurat nákvæmlega 10 ár síðan í janúar 2010 að þegar ég horfði á í rauninni blóðsýni sem tekið úr mér og sett undir smásjá leið og það tekið að þá voru allar blóðflögurnar í sýninu, það voru kekkjaðar saman í svona lengjur í staðinn fyrir að fljóta stakar í blóðinu og ónæmiskerfið okkar sem í hvítu blóðfrumunum sem eiga að vera herinn okkar. Við fundum eina hvíta blóðfrumu í sýninu og hún leystist upp fyrir augunum á okkur og það bara þýddi að ég var með ónæmissvarið mitt var bara algjörlega á núlli og hjá mér blóðið og ónæmissvarið í blóðinu svo mikilvægt út af því að ég svo kallar ekki seitir svo alla mínar ónæmissvarnir eru þar en hjá öðrum eru þeir til dæmis í munnvatni og maga og svona ýmsu öðru Þannig að ég var bara illa stödd. Hvaða ráð fékkstu frá viniðinum? Hann sagði náttúrulega bara við mig Guðrún mín, ef þér ekki tekst að snúa þessu við þá bara krabba minn næsta stig. Já. Þannig að það var nokkuð ljóst að ég varð að vinna að því að snúa við og ég fékk ráðaleiðbeiningar frá honum og ég náttúrulega fór líka í það ferli þarna að selja reksturinn vegna þess ég varð að velja á milli þess að láta mig batna eða halda fram að reka hótel. En hvernig var það? Hvernig val það þó að manni finnst að vera eðlilegt? Það var auðvitað svolítið erfitt val vegna þess að við vorum búin að byggja þetta upp alveg frá grunni. Þetta var í rauninni hluti af hótelinu, einbýlishúsi sem við fluttum í árið 1995 þegar við fluttum vestur. Já. Og svo hafði bara verið byggt utan á það. Og þetta bara eins og skilnaður. Þú ert að bara skilja við eitthvað sem þú ert búin að leggja í rauninni stóran hluta af ævistarfið inn í því við byggum þarna fyrir vestan í 15 ár. Það var svona langur tími. Það var svo langur tími, já. Og en ég þegar ég ákveð að fara eða gera eitthvað, þá reyni ég náttúrulega að skilja þannig við að ég sé ekki alltaf að sjá eftir einhverju. Og ég segi ef ég hefði átt hótelið áfram þá hefði ég kannski búið til meiri pening á næsta árum því þarna var ferðaþjónustan alveg á blússandi uppleið. En ég hefði væntanlega tapað heilsunni og væri hugsanlega dáin. Já. Skilju, en það sem ég fékk í staðinn var bara lífsgæði sem ég í rauninni get sagt ég hafi vart notið áður. Þannig, segðu mér. Það út af því að ég var komið með alls konar bólgusjúkdóma.
Ég var stundum með hendin í fatla út af því að hún var svo bólgin. Ef að liðirni bólnuðu hjá mig það var mjög sásökafullt og ég var búin að prófa nokkur verkefni og virkuðu engin til að slá á sásökan. Svo ég vakti kannski heilu sólarhringana út af sásökunni, ég get ekki sofnað fyrir sásöka. Og stundum fór það í mjaðmaliði eða hnjáliði eða eitthvað þess og þá gekk ég við hækju. Og mér tókst í rauninni að snúa þessu ferli við á 2 árum. Og ég verð að segja að eftir það þá hef ég held ég mun eftir einu svona liðbólgukasti síðan þá og það náttúrulega sko ekkert hægt að líkja því saman, bara hvað lífskeiðin eru stórkostleg. En bara þessi stund, þegar þú horfir upp á þetta eina hvíta blóðkorn sem bara að hverfa þarna, hvað rann upp fyrir þér? Það var bara, ég fékk náttúrulega ákveðið sjokk. Og ég hugsaði með mér sko að þú veist annarkvort bara setur allt í flugir til að ná heilsunni tilbaka eða þá að bara lífið er búið og þó það sé nú kannski ekki mikið langlífi í minni ætt, jú, það kannski móðursystur mínar hafa farið yfir áttrætt að þá var ég ekki tilbúin í rauninni til að sleppa lífin. Mér langaði til þess að halda áfram að lifa og stóri hvatinn finnst mér alltaf að vera barnabörnin mín. Og ég á eina, sko, svo yngsta hún er 5 ára núna og við vorum, hún er svolítið mikið að spá í lífinu og dauðanum. Ég veit nú ekki alveg út af hverju, en það kemur alltaf hjá þeim á öllum aldri. Og við vorum að tala saman daginn og hún sagði sko, amma, verður þú til þegar ég verð stór? Já. Og ég sagði við hana, ég er búin að ákveða, ég ætla að minnstakosti að vera til þá úr 25 ára og það eru 20 ári viðbót. Já. Þannig að þegar maður setur einhverju svona stefnu og þess vegna finnst mér alltaf svo mikilvægt að spyrja fólk sem til dæmis sem kemur á námskeið hjá mér, hvað ætlar að verða gamall eða hvað ætlar að verða gömul? Já, þetta er ekki spurning sem að venjulega spurja, það er alltaf lítið á og við höfum bara ekkert með það að gera. Já, en við höfum mjög mikið með það að gera og við getum líka valið hvernig líf okkar verður með því að velja okkur lífstíl sem styður við stefnun okkar. Og ef ég ætla að vera hér í 20 ári viðbót að þá þarf ég náttúrulega virkilega að passa upp á mataræði, hreyfingu, svefn og ég segi vatnsdrykkju til dæmis. Þú veist, þetta eru svona grunnþættirnir sem maður þarf að huga á. En segðu mér aðeins, þegar þú fórst til Bandaríkjanna til þess að leita eftir einhverju ráðgjöf. Já, ég var sko, við vorum búin að gera tilraun með ráðleggingu frá Hallgrími í 10 mánuði og þær voru ekki að skila árangri. Og þá sagði hann að ég þyrfti bara að leita til sérfræðing sem hann benti mér á í Bandaríkjunum. Sá gat ekki tekið við mér, hann var reyndar á vesturströndin svo það hefði verið svolítið flókið, en benti mér að lækni á austurströndinni sem ég fór til og þar fór ég í mjög gagngerar rannsóknir sem kostuðu sko fúlgur. En sko ég fékk alls konar greiningar sem ég hefði ekki fengið hérna heima. Ég fór meðal annars í þess að kalla þörmógrafíu sem er svona hitamæling á líkamannum. Og það var aukinn hiti í vinstra brjósti, þannig það var alltaf líkur á að það geti verið krabbameinsmyndun þar. Og það var mjög merkilegt og hún ráðlaði mér að setja laxerolíu bakstra á brjóstið. Já. Til að draga úr bólgum og möguleika á hugsanlega krabbamein. Já. Og svo greindi hún mig með glútenóþol og það var náttúrulega, þegar ég fékk þá greiningu þá í rauninni skildi ég ekki hvað þetta var alvarleg greining af því að ég gerði mér ekki grein fyrir því sko að í dag er talað að glútenóþol geti leitt til 300 mismunandi sjúkdómseinkenna eða sjúkdóma og glúteni getur sest í liði hjá okkur og mynda bólgur og alls kyns vandamál. Þannig að þetta er ekki bara svona glútenóþol, nú borðar ekki neitt brauð eða eitthvað, skilurðu. Reyndar er erfitt að vera í glútenlausum heimi vegna þess að bara til dæmis ef ég fer inn á kaffihús, ég tala nú ekki það sem er bakari og fæ mig kaffibolla eða tebolla eða eitthvað þess að þá er náttúrulega svo mikið hveiti í loftinu. Já. Það er svo mikið fínar agnir. En hvað er svona slæmt við þetta hveiti? Já, sko, það sem er verst við hveiti, það er í rauninni ræktunarleiðin og ræktunaraðferðirnar og það er notað alveg óbáslega mikið glýfosati sem er í Roundup, þar segja það nota Roundup og í því er glýfosat og þetta fylgir korntegundunum áfram og meira segja sko á haustin þegar það er svona bleitutíð að þá nota bændurnir Roundup til að úða yfir agrana til að drepa kornið og þurrka það upp og svo fer þetta bara með í framleiðsluna
og þetta hefur síðan eyðileggjandi áhrif á meltingarveginn okkar, meðal annars smáþarmana og leiðir til þess að þeir verði lekir og það lekur alls konar dótari úr þeim og fer á ferðalag líkamann og það getur farið í liði, það getur farið upp í heila, það er mjög mikið talað um það og í rauninni bara út allt í líkamann. Yes. Þannig að við erum útsett fyrir því að fá allan fjandann yfir okkur, hvar sem við erum, bæði innvortis og útvortis. Já, ég var nú bara nýlega að lesa grein þar sem verið að tala að við borðum 2 tunnur af plasti á ári. Hvernig förum við að því? Í öllu mögulegu, meðal annars þegar við drekkum vatn úr plastflöskum eða var gerð einhver rannsókn nýlega sem sýndi að í nánast öllum tannkremstegundum sem verið að selja þá eru plastagnir. Og svo framvegis og svo framvegis. Þetta leynist svo við og svo þetta náttúrulega í umbúðum utan matvæli eins og þú veist, ostur feitur, hann pakkaður í plast. Já. Plasti smitar yfir í ostinn og við borðum ostinn, skilur. Já, en nú ekki eins og þetta hafi ekki verið vitað eða það séu rannsóknir sem sýna að þetta staðreynd eða hvað. Er ennþá verið að takast á hvað sé hættulegt og hvað sé ekki hættulegt? Já, ég held að við séum bara mjög mikið afneitun gagnvart þessu svona bara almennt sem bara fólk á jörðinni, sko. Og þegar þú veist, ég get ekki breytt neinu og eitthvað þess þar, en við getum breytt fullt af hlutum. Já. Og mér finnst mjög merkilegt, sko, ég er búin að vera að fylgjast með svona bandarísku læknum sem eru stunda heildrænar lækningar, núna í svona 7-8 ára eitthvað svo leiðis og bara að lesa allt og læra frá þeim og sækja námskeið og allt mögulegt og það sem að þeir eru núna allir að tala sem kom mér mjög á óvart, þeir eru allir núna með svona detox eða afeitrunar. Já, ég bara ætlaði rétt að fara að nefna það. Út af því að menn eru búin að uppgöta að það er svo mikið af alls konar þungmálmum og alls konar mengandi efnum í líkamannum sem að valda öllum þessum sjúkdómum. Svo við þurfum að hreinsa reglulega og þegar fólk segir sko þú veist, ekki nóg að gera bara einu sinni og þá það bara búið fyrir lífi. Það í rauninni ekki vegna þess að við bara söfnum þessu aftur. Ég meina, ef þú býrð í götu þess með ofboðslega mikil umferð, þá tekur eftir því að þegar þú þurrkar af í gluggakistunni, þá eru svartar agnir í henni. Það er bara sótið frá útblæstri bílana og ef þeir eru í gluggakistunni, þá ert þú líka búin að anda þeim að þér. Þannig, þú veist, ég bara nefna eitt og svo náttúrulega, þú veist, blý í bensíni og við öndum því að þegar við erum að fylla á tankinn og svo margt fleira. Þannig að allavega í mínu tilviki, eftir ég hef verið dugleg við að hreinsa líkaminn, þá bara heilsan batnað og batnað. Já, en það er akkurat þetta betri líðan. Var það ekki nafnið á búðinni þinni? Nei, betra líf. Betra líf, að sjálfsögðu betra líf. Já. Og það er hvað, 30 ár sem þú opnaði? 30 ár í nóvember. Eigum að fara í betra líf og þann kafla eftir örstutt hlé? Endilega. Takk. Nú er góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Góði, alltaf góður. Þegar Guðrún Bergmann opnaði búðina sína Betra líf á Laugaveginum fyrir 30 árum voru margir sem töldu hana algjörlega klikkaða og sökuðu hana meira sem villutrú. Hvernig var að opna búð, vera frumkvöðull 1990 eða hvenær er þetta? 89? Þetta er 89, í nóvember 89. Já. Þetta var náttúrulega stórt stökk og ég man að ég var alveg á taugum fyrsta daginn eða það sem áður við opnum klukkan 1 og ég var alveg á taugum sko en fekk mjög góðar móttökur frá fólki sem var áhugasamt. En fulltrúi frá Þjóðkirkjunni, hann skrifaði grein í blöðu nokkrum dögum seinna að ég væri boðað villutrú. Þess ég væri að kenna fólki að trúa á stokk og steina. Já, varstu ekki að því? Ég var að tala orku í steinunum, sko, því það orka í öllu í heiminum. Já. Og ég var bara að tala að það væri orka í steinunum og fólk geti notað steinana til að hjálpa sér og heila sig og ýmislegt fleira. Og svo fékk ég reglulegar heimsóknir frá fólki sem var að koma til mín og vara mig við vegna þessi ýmsum sértrúarsöfnum. Þá var mér bara beðnar bölbænir. Það var nú farið orka í það að vernda sig frá því. Já, ég þurfti að fá utanaðkomandi hjálp á tímabili. Þá lærði ég mikið það hvernig maður á að vernda sig.
Hvernig á maður að vernda sig? Ég náttúrulega hugsa alltaf svona ljóshjúp utan um mig. Já. Og það er stundu gott að setja spegla eins og utan á hjúpin. Já. Vegna þess að það sem er þá beint að manni, það fer það bara beint aftur tilbaka til þess sem er beinað í að manni. Svo ég hef notað þá aðferð mjög mikið í gegnum tíðina. Og svo læri maður náttúrulega sko að í svona frumkvöðlastarfi að taka gagnrýni eða taka alls konar áreiti og allt það. Og þegar við Gulli heitinn fluttum vestur að Hellnum í maí á uppstigningadag 25. maí 1995 að þá var sko vinahópurinn okkar sem það hefði verið með í svona veiðiferðum og svona sósíalisera með í Reykjavík. Þeir voru allir svo hræddir. Hvað? Það bara, á hverju ætliði að lifa? Já. Hvað ætliði að gera? Þú veist, og bara þetta var svo stór breyting og það þorði enginn að koma í heimsókn næstu 2 árin og ég sagði í gríni að það þyrði enginn að koma því að hann svo hrættur að smitast af einhverju. Öðrum lífstíl kannski? Já, öðrum lífstíl. Þetta var náttúrulega rosa kúvending hjá okkur. En þetta var búið að vera, hjá okkur var búið að vera aðdragandi að þessu í nokkuð mörg ár vegna þess að ég held að það hafi verið 1988 eða eitthvað svoleiðis sem við stofnum Íslendingafélag. Með nokkrum öðrum mönnum, Íslendingafélag fyrir Íslendinga á Íslandi. Já. Og það var nú aldrei meira heldur en bara svona fundarhöld og plön hjá okkur. En ég man að ég held að það verið 1990 sem að Reykjavíkurborg auglýsti eftir tillögum að minni sorpmengun og flokkun og eitthvað svona. Það átti að vera samkeppni og við sendum inn alveg heila runu af tillögum, mjög ítarlegum og það kom aldrei neinn það var aldrei neitt í þessari samkeppni. Ég held að bara tillögurnar hafi orðið til þess að fólk bara gafst upp. Að því við vorum að tala alls konar möguleika sem væri á til dæmis að hjálpa fólki að setja upp gróðurhús á stórum blokkarlóðum til þess að rækta grænmeti og það var ótal hugmyndir sem við vorum með. Svo hjá okkur var búin að vera heilmikil þróun. Þið er náttúrulega langt á undan samtímanum þarna. Já. Og kannski alltaf, en þarna er þessi þróun, búin að vera með betra líf, búin að gefa út bækur stokk og steina, stokk og steina og engla og allskyns, englaorku og allskyns svona spádómabækur líka, það er náttúrulega hluti af því sem vorum að gefa út. Og svo hittum við, það kemur til landsins maður sem heitir Bill Mollison og Bill Mollison hann var frá Ástralíu og hann var svona frumkvöðl í þess að kallast permaculture eða svona það sem að þú situr upp búsvæðið þitt með það hvernig þú getur ræktað í kringum og annað þess aftar og við smitumst náttúrulega mjög af hans hugmyndafræði og þetta held ég bara 94 og ég man ekki hvort hann kom áður eða eftir en við tókum ákvörðun sko í júlí 94 að flytja vestur og selja allt okkar og flytja þannig í maí. Þannig að það var svona aðdragandi og svo við sjálf vorum mjög tilbúin sko í þær breytingar. En svo náttúrulega alls konar hluti sem kom upp þegar mann komin að staðinn eins og það þú þurftir að fara sko með vasaljós út af veg til að sækja póstiðinn og hann kom fyrir þessari viku og eitthvað svona. Þetta var ekki bara rómantík. Nei og fyrsta hausti sem við vorum sko en þá kom í ljósa að kjallarinn hélt ekki músum og það var músagangur, það var allt mögulegt sko. En þetta var þarna algjör bylting á sín tíma. Hvernig fannst þér samfélagið til dæmis fyrir vestan fylgja ykkur og vera með ykkur í þessu? Þau verða allir svaklega hræddir við okkur. Já. Við náttúrulega boðum einhverja breytingar sem fólk bara allir því að fara að koma og breyta einhverju hjá okkur. Já. Og það er náttúrulega bara eðlileg viðbrögð. Við vorum með alls konar hugmyndir. Við héldum fund með bændunum í sveitinni og vorum að hvetja það, við vorum búin að þá búa einhverju 2 ár held ég eitthvað svoleiðis, hvetja það til þess að fara að framleiða sko lífrænt lambakjöt, erum með lífræna ræktun og það var nú alveg sko bara eins og að reyna að aka trukki gegnum steinhúsið eitthvað svoleiðis og svo klikti einn út með því að segja, við skulum sko byrja á þessu þegar það kemur eftirspurn. Sem náttúrulega byrja á öfugum endi sko. En hið sorglega í raun að Ísland getur verið mun sjálfbærara heldur en það í dag og það getur verið með miklu meira af lífrænni ræktun heldur en það í dag en það eru ennþá bara sömu örfáu bændurnir og voru byrjaðir í kringum 1990 sem eru með lífræna ræktun og samt vitum við að
tilbúni áburðurinn og all þessi efni sem eru notuð við ræktun sýklalyf og annað þess þar, þetta fer í matinn og við erum að borða þetta og þetta er að hafa áhrif á heilsun okkar og búa til vandamálinni, en þetta er eitthvað sem enginn vill tala af því að þá þurfum við að gera breytingar. Segðu mig, hver er uppskrift að góðu lífi? Ég held að þessi mismunandi uppskrift fyrir mismunandi aðila, af því að ég trúi því ekki að þessi tilnýtt til dæmis eitt mataræði fyrir alla sem hentar öllum. Nei. Og ég byggi það á því að í kringum árið 2000 þá þýddu ég og við gáum út bækurnar blóðflokkamatarræði. Þannig að ég lít svo á að það er sértækt mataræði eftir í hvað blóðflokki þú ert og það eru ákveðnir hluti sem þú þarft að passa upp á að borða ekki ef þú vilt halda heilsu með hvað blóðflokki þú ert. Svo ég hef notað það svolítið sem viðmið, en það er alveg klárt mál að fæðan getur verið lyf okkar á sama hátt og hún getur grandað okkur. Og þess vegna skiptir maturinn sem við borðum ofsalega miklu máli. Ég segi bætiefni vegna þess að við erum ekki lengur að fá úr matnum þau næringar og bætiefni sem við þurfum á að halda vegna þess meðal annars að jarðvegurinn er orðinn svo rýr og við þurfum að bæta okkur það upp og það er bara eðli málsins samkvæmt, þá heita þess efni bætiefni. Þau bæta okkur upp það sem við ekki fáum úr fæðunni. Og það er alveg vitað að það hafi verið gerðar alls konar rannsóknir það hversu mikið þú þarft að borða grænmeti og þess og hinu til þess að fá ákveðið magn næringarefnum. Staðreyndin er bara svo að til dæmis epli sem að dugði að borða eitt epli fyrir 50 árum síðan til þess að fá ákveðið næringarefni. Í dag þarf að borða 26 til að fá jafn mikið. Hvað er þetta að segja? Já. Þannig að rýrnunin hefur orðið alveg gífurleg á næringarefnunum, þess að segja bætiefni. Hreyfing er ofboðslega mikilvæg og eftir því sem við verðum eldri þá í rauninni verður hún mikilvægari vegna þess að við verðum að nota liðamótin og við verðum að styrkja vöðvana því að það er ofta þeir rýrna þegar við verðum eldri. Og svo náttúrulega vatn, alveg ofboðslega mikilvægt og við eigum besta vatn í heimi og við eigum að drekka það, helst ekki úr plastílátum. Nei. Út af plastögnum Þannig að þeim meira sem við drekkum að ég sé alltaf eiginlega lágmark 2 lítra af vatni á dag og sérstaklega þú veist ef við erum að vinna á vinnustöðum þar sem er þurrt loft og annað þess þar vegna þess að það er rafleiðni í líkamanum, það er alls konar rafboð í gangi og rafmagni þarf vatn til að búa til leiðni. Þannig að til að við höfum orku þá þurfum við að drekka ná. Ég man sérstaklega eftir tímabilið þar sem að tala magnesíum og þú og Hallgrímur voru svona fræga magnesíum fólki og líka kandídasveppir og allt þetta. En af hverju magnesíum? Magnesíum hefur áhrif á svo ofboðslega marga boðskiptaferla í líkamanum. Það er talað á bilinu 300-700 fyrir eftir hverjir er að tala það. Sú sem hefur rannsakað þetta mest heiti Caroline Dean og er bæði læknir og náttúrulæknir og er í Bandaríkjunum og hún talar alltaf 700 og hún segir bara að magnesíum sé mikilvægasta steinefni fyrir líkamann. Mestar byrðir eiga að vera í hjartanu, svo það skiptir ofboðslega miklu máli fyrir það. Magnesíum er líka eitt af þessum steinefnum sem við eyðum úr líkamannum undir streitálagi. Þannig að í dag eru allir undir álagi. Það er bara alveg sama hver er. Og þess vegna er svo mikilvægt að taka það inn reglulega til þess að í rauninni að fylla á byrðarnar til þess að hafa nægilega mikið. Þetta hefur rosa góð áhrif á taugakerfið okkar, það hefur slakandi áhrif, ef þú tekur magnesíum oxid þá hefur það losandi áhrif, þannig að fólk er með hægðavandamál þá er það mjög gott fyrir það og svo náttúrulega bara til að vernda hjarta okkar. Ég er náttúrulega ekki læknir en það sem ég geri er að ég hjálpa fólki að afeitra líkamann í gegnum hreinsikúr og er búin að gera það núna undanfarin 5 ár og ég er búin að sjá ótrúlegar breytingar hjá fólki og blóðþrýstingur lækkar, kólesteról lækkar, fólk léttist, fólk hættir að vera með þessa andateppu og stíplað nef, losnar við sýkingar í ennis og kinnholum og bólgur í liðum og allt mögulegt bara á því að taka út ákveðnar
ofnæmisvaldandi fæðutegundir sem vitað er að valda bólgum í líkamanum. Þannig að þú fullir við fólk í raun og veru takt út glúten þó þú kannski vitir ekki hvort viðkomandi hafi glútenóþol eða hvernig? Nei, sko, hreinsigurinn hann byggist upp á því að það eru ákveðnir fæðutegundir sem eru teknir í burtu í 24 daga og eða reyndir í 21 dag sem er hinn eiginlega hreinsigur en þú svona 3 daga aðlögun á honum og svo borðar ákveðna fæðu í þessar 3 vikur og síðan prófar þig eftir það hvort að þú geti tekið eitthvað inn og hvort þú færði einhver einkenni. Þannig að það vill þannig til með Candida eins og við tölum við Hallgrímur og byrjum að halda námskeið saman bara held ég 1986 eða eitthvað þess aftar sko. Að töluðum fyrir, ég man einu sinni, heldum við sykurfíkn, fyrirlestur í Háskólabíó og fylltum 220 manna sal. Já. Þú veist, að það var ekkert til þetta efni, það var engar bækur og enginn var að skrifa neitt. Alltaf ekkert net og ekkert blogg og neitt til að leita, sko. En það var ekki hægt að spyrja Mr. Google þá. Nei. Og það er sem sagt Candida og sykurfíkn, mjólkuróþol og glútenóþol. Þú verður að taka orsakavaldinn í burtu til að sjá hvort að heilsan lagast við það. Og ef hún lagast við það, að þá þarftu að taka hann í burtu í sko 3 til 6 mánuði. Að eiginlega alveg 90 daga eða svona lágmark og það er ekkert víst þú geti tekið hann inn aftur skilju út af því að meðan glúteni eða hveiti heldur áfram að vera úðað af Roundup að þá erum við ekki að breyta kannski neitt miklu þess vegna er hægt að borða eitthvað sem er lífrænt af því það er ekki úðað með þessum eiturefnum en það er mismunur á hvað við erum að leggja okkur til munns svo lífrænt þó það kosta eins meira þú ert að horfa á verðmiðan í búðinni þá hefur það rosalega góð áhrif á heilsuna Aðeins rétt í lokin 30 ár í þessu sérðu framfarir, sérðu hugarfarsbreytingar á þessum tíma? Já, ótrúlega miklar. Já. Það var nánast ekkert til af því sem maður þurfti að nota fyrir 30 árum síðan en þegar ég byrjaði að gera breytingar 1985 þá, ég þurfti að baka allt, kaupa mjöli sjálf og gera nú getur þú keypt glútenlaust brauð og vöruúrvalið í búðunum hefur breyst alveg gífurlega mikið þannig að nú eru stórvörumarkaðarnir konum með mestu og bestu heilsu vörudeildirnar skilurðu þannig að framboð ræðst af eftirspurn og eftirspurnin hún þrýstir svolítið á markaðin og það sýnir að það er beygja í samfélaginu og fólk er að hugsa meira heilsuna. Þess ég kannski sakna mest er að fólk skuli ekki leggja meira áherslu á lífrænt og ekki vera tilbúið til að borga fyrir það sem er lífrænt því það er ennþá dýrara af því að það ber það saman við það geti kannski keypt bara 2 lítra kók og popp og eitthvað í staðinn eða fyllt pokan í bónus af einhverju rusli fyrirgefðu heldur en að kaupa hollamáltíð Þannig að það en hitt líka annað sko, að öll þessi eiturefni sem hlaðast í líkamann okkar búa til ástand sem gerir okkur fíkin í þennan skyndivitamant og sykur það til að viðhalda ástand og viðhalda ástandur og halda lífi í sveppagróðrunum á því. Ekki spennandi. Ekki spennandi. En það er engin afsökun, þekkingin er til staðar, handleiðslan er til staðar og það er til nóg af vörum til þess að velja úr, til þess að velja sér góðan lífstíl. Já, og þeir sem hafa valið að gera það, þeir ná frábærum árangri. Góðu lokaorð. Guðrún Bergmann, takk innilega fyrir að deila þessu með okkur. Takk fyrir að fá að koma.